held ég nú líka Google Docs Herru, það voru bara We are live Herru, já, það fínt að lóta sem hilsaði ykkur á fallegum vikudegi Það þurfum við nýtt intro eða? Já, það fyrir að koma tíma. Fyrir að koma á glæsilegt UFC-kart síðustu helgi, UFC 315. Já, maður koma óvart, sko. Koma óvart, sko. Eins og að segja á hann, af hverju vorum við ekki drulla meir yfir þetta kart í síðasta þætti, sko. Við gerðum það ekki, við vorum mjög PC, sko. Já, ég hugsaði bara um það þegar ég var að hlusta á þáttinn eftir á. Bara, af hverju erum við ekki bara að drulla yfir þetta þunna kort hérna, pay-per-view event og það er ekkert að frétta, sko. En svo var þetta eiginlega bara frá byrjun, sko. Þetta voru allt ekki að bara þar. Já, einlega, sko. Ég fekk fullt á skilabóðum fyrir kvöldið. Það var bara, þetta er skítakart og eitthvað. Bara menn sem eru vanlega ekki með stæla, allt er bara með stæla. Þannig, en ég horfði mér þetta geðveikt. Eða þú veist, fyrirfram, ekki geðveikt. Kvöldið sjálft var geðveikt. Já, þetta deliveraði. Það var eitthvað í loftinu, sko. Það byrjaði náttúrulega bara með, sko, knockouti eftir 1 mínútu í fyrsta bardaganum. Það setti bara svolítið tónin, sko. Já. Það er svona, þú veist, það verður ef að kvöldi byrjar á einhverju svona geggiðu, sko, þá veit maður að það verður gott kvöld. Er það staðfesta? Já, mér finnst það, sko. Já, ég trúi þér alveg, sko. Meira að segja, leiðinlegasti bardagamaður í heimi, Belal Muhammad. Heyrðu, það má ekki kalla hann leiðinlegan lengur, sko. Nei. Það er bara búið, sko. Það er eiginlega búið núna. Hann er bara fucking fighter, hann er brawler, hann er bara fucking tough, sko. Einmitt. Mér fyndi að hann svona sé að fá eitthvað svona respekt núna. Fyrir að tapa. Hann er ekki bara að tapa í 6 ári eða eitthvað. Og þetta er bara svo ömulugur. Svo er hann bara cringy með sína Canelo hands og eitthvað. Svo í bardagunum sem hann tapar, það bara geggjar. Já, hann sýndi bara mikið hjarta í þessum bardaga. Og þó að höggin frá Magdalena voru bara, Magdalena var alltaf að krakka hann. Hann hélt alltaf áfram að pressa og var alveg að ná að svara eitthvað fyrir sig og bara, ég held að allir Belal heitirarnir hafi bara samþykkt hann svolítið. Já. Það var geggjaði bardaði. Já, ég hafði mjög gaman af hann. Og ég var, að því að hann skauti líka inn fellur í fyrsta róti. Hann skauti í fellu eftir 3,5 mínútur. Já, sem var fyrsta fellan. Það var svona half-ass að hann, sko. Já, ég var að meta, sko, ef hann hefði bara skúti strax í fellu ef hann hefði bara hlaupið á hann eins og Hamza hljópa vittakar þú veist hvort að Magdalena hefði getað brugðist við því hann sagði bara bíða svona lengi með það og svo ná ekki og svo næra hann að verjast þú veist fyrstu 3 eða eitthvað fellunum í fyrstu 2 lótunum og þú veist þá fer hann að spá í sko nú má ég ekki fara eitthvað að gasa mig út í að reyna fleiri fellur eitthvað þú veist þá þetta bara orðið svolítið svona box, fattar við? Já, ég fattar það. Sem er náttúrulega, þú veist, var það gameplanið? En hold that thought, af því að þátturinn sjálfsögðu í búið mínigasins, heimavelli bardaði þrjóta, eða stóru viðburður framundan á góðum tíma, þá veist hann sýndur mínigarðinum, Golden Ticket, Kate Steele, UFC viðburðir, post-fight, interclub sýningar, þetta er allt á sínum stað á mínigarðinum, það er komið smá dagskrá fyrir júni-júli, þannig að það er að skoða hana á mmafrétti.is bráðlega. Langar að byrja að æfa bardagaíþróttir, þá er Reykjavík MMA svarið ný grunnnámskeið hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rvfkmma.is, taktu skrifið og byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Þannig að þú varst hræddur að sko Belal Muhammad myndi byrja að gasa. Já, ég held að hann hafi verið hræddur það. Þú veist, þegar Magdalena er búin að verjast 3. eða 4. fellunni, þú veist, þá fer hann að hugsa bara eitthvað, heyrðu, ég var aðeins að vanda skotin betur, þú veist, ekki bara skjóti í teiknan. Og þannig þreytir hann sig. Já, sko sammála bæði og ósammála sko ég held að Belal Muhammad hafi sko hann hefur held ég svona alveg glímu í sér bara for decades ég held að hann geti glímt endalaust en Greg Jones sagðist verið búin að finna sko svona lausnin á þessu Dagestani wrestling og Belal Muhammad er svona Diet Coke Dagestani sko þannig að og JDM var með Greg Jones í hóðinu sínu og þú veist, vítum honum bara að söppa Greg Jones og hitta þetta, skilja, þeir eru búin að æfa genið ekki saman. Svæfa. Já, sorry, svæfana, betur sagt, sko. Ég held að það sé svolítið satt, sko. Ég held að Greg Jones sé svolítið búin að sko, skoða þetta Dagestani wrestling heilmikið og sé búin að setja upp gameplan á móti því sem að virkar, sem ég held að verði til þess að Ástralarnir
sem þá Volkanovski og JDM og náttúrulega fleiri munu svona geta glímt mjög vel á móti þessum hörðustu wrestlerum sko. Já, allan að hafa Magdalena svöru öllu alla stöð sem hann lendi í, hann var aldrei lengi þó hann hafi verið tekið niður einhvern tímann, hvað það er fjórulótu eða eitthvað hann var ekkert lengi á bakinu hann náði alltaf að sprengja út og finna einhver leið til að gera eitthvað svona smá hér til að trufla hann og þá finna einhver aðleið til að sleppa það er mjög sniður í öllu svona litlum wrestling exchanges ég er sammála, líka bara alltaf þegar ef að Bilal náði bakinn hans eða eitthvað, eða náði einhverju svona stöðu þá var hann enga stund að sniglast þér út sko. Og Bilal Muhammad þurfti bara mér fannst eins og í fyrsta lúta hann hafði skotið svona hef þess að hei, gæti skotið eitthvað svona passaði þig svona eins og maður gerir en mér fannst hann bara þurfa að vinna rosa mikið fyrir þessu og en mér varst líka JDM aldrei, hann var aldrei gripinn svona varnarlaus það kom aldrei eitthvað doppellegg það sem að hann bara fullkomlega tímasett það sem hann næði strax að loka saman höndunum og taka niður alltaf þegar hann skaut á JDM þá lenti hann í einhvers konar svona first barrier börn Magdalena var ekki að sniðu hvernig hann notaði svona hausinn til að stanga mótunum þegar hann skaut í fellu eitthvað skipti og Kormi alveg komið á það sko það var mjög áhugavert sko. En ég skil samt ekki sko gameplanið að vilja bara einhvern veginn boxa við JDM þú veist af hverju var það gameplanið hvernig gátu Bilal og þjálfarinn hans sest niður og bara við ætlum bara svolítið að reyna að pressa á hann og boxa hann sko, þú erum búin að segja að vera Canelo hands en sko ég er svona veltið fyrir mér en á saman tíma sko ef þú getur ekki glímt við hann hvað ætlar að gera? Þú veist, ef það er ekkert gott að koma upp úr glímunni hvað ætlar þá að gera? Þegar Bilal Muhammad hann er ekki sparkari sko Nei, einmitt en þú veist, það tók hann svo langa tíma að skjóta takedown og hann skýtur í svo fá takedown þetta eru bara, þú veist hvað er það, 5-6 fellutilraunir og nær honum einu sinni niður eða eitthvað, eða ekki? Jú, ég taldi það nú ekki alveg en svona, já, mér er svo skrítið þú veist, að hann hafi ekki bara keyrt á hann eins og Hamzat á móti Whittaker. Já, en ég heldur með það sem bara málið, skilju, að það sé ekkert í búði. Nei, líka ég held sko að JDM hafi verið svolítið sniður að hann byrjar svolítið svona að feinta uppercutinn snemma sem er bara svona ákveð alltaf skjóta þú veist, þá er bara uppercutinn minn hérna og JDM er alltaf með svakalega uppercutta sko. En líka ég held að Bilal sko eins og segir, þú veist, hann er ekkert að sparka hann er aðalega bara að boxa og er aðalega bara að headhunta menn Magdalena, hann er að fara upp og niður og sparka og þú veist blandar sem miklu betur saman sko. Já, algjörlega sko, 63 í hausinn, 26% í body 10% í fætur þú veist, Bilal Muhammad er sko 90% Já, ég veit, hann er bara headhunt hann er bara vað út og kýla upstairs og JDM er með geggjaðar höfurhengar það er ógeðislega gaman að horfa á hann þannig bara þetta var, þú veist, af því að þú veist hann gekk það vel að stöffa fellunar það var þetta bara geðvitt erfiðu barðaði fyrir Bilal Muhammad ég get samt ímyndað sko, þú veist, þessar höfurhengar lúka óslega flottar ég geti ímyndað mér að gæja eins og Ian Garry geti bara náð honum með high-kickinu sko. Þegar hann fer að taka eftir einhverju patterni maður tókar eftir smá svona patterni að þegar JDM jabbaði þá vildi hann svolítið svona beigja rosalega langt niður örugglega einhvern veginn bara þú veist svo Bilal sé ekki að skjóti fellu undir jabbið hann sko. Þannig að þetta var fokkin skemmtilegu fight maður gaman að vera að koma með nýjan champion þannig líka bara proper champion en mér finnst samt svo leiðilegt að við erum ekki að fara að fá Ilia Topuria Íslam núna í júni Íslam tweetaði að hann ætlaði að vera double champ og sem þýðvantilega hann sé að fara upp í veltervíktina sem er hvernig spáið þú Íslam á móti JDM? Sko, mjög skemmtilegt af því að ef Greg Jones er búinn að finna lausnina á Dagestani wrestling þá er það alltaf bara ógeðslega skemmtilegu vinkið að velta fyrir sér að Íslam fari upp þannig að þetta verður svona low-key svona Greg Jones vs. Ég held samt eitthvað svona lausnin á Bilal og lausnin á Íslam er ekki alveg svona Nei, ekki það saman skilju en svona tækni fyrir tækni skilju Já, ég skilji það var svona, en þú veist, eins og segir Bilal Muhammad hann er svona Diet Coke Dagestani sko enda Pakistani Hann er ekki Nei, hann er hérna Palestínmaður næsti verfið það er allt eitthvað svona langt í burtu kistan sko þannig ég er ógeðslega spenntur fyrir því en það var líka bara því að þú veist eins og Íslam er ógeðslega stór lightweight
hann verður ekki jafn stór á móti JDM þannig að ég mjög spenntur fyrir þeim barða það alveg barðaði sem að mun setja UFC á hliðina Já, klálega eitthvað ég hlakka til að sjá bara til að sjá holninguna á Íslam í veltuveitt sjá hann hvernig hann fyllir út í hennar þyngdarflokk Já, ég sammála ég held að Íslam tækja hann sko Já. Ég held að verði Heldur það? Já, ég held það sko Já, ég var spennt að sjá sko Alltaf Volk, þú veist, hann fór 5 lótu út í Íslam að það ekki þegar mættist fyrst og það sem að Volk var bara sýndi geggjaða glímutilburði gegn Íslam bara, þú veist, stóð upp og eitthvað við sem skilu ég man bara þegar Volk stóð upp fyrst skipti og hann bara oh my god eitthvað ég held að JDM geti alveg gert það líka sko Já. Þú veist, hann getur orðið hann góður að springja eins og móti Belal lendir fullt af compromising stöðum hann eyðir aldrei löngu tíma í nefni 100% sko og ég held að sko JDM, Volkanovski með Greg Jones getur alveg sett saman glímu gameplan sem að heldur bardaðanum á fótunum sem verður þess að þetta verði svona kickbox versus boxbardagi Ísland sparkar alveg svolítið meira heldur en Belal heldur en Belal, já, klálega þannig að hann átalið til sko þannig að ég mér finnst það mjög spennandi þannig að það þýðir að hvað ekki Charles Oliveira þá sem mætir Ilia Topuria mér langar það svo lítið sko ég hef engan áhuga að sjá Topuria steinróta Oliveira sko ég bara alveg góður en hefur áhuga að sjá Charles Oliveira steinróta Topuria Nei, ég veit ekki ég veit að Topuria frá rótan myndirðu, ef þú erir yfir í UFC myndirðu setja þessa 2 barda saman á kvöldi í eitthvað svona UFC 320 Já, það getur verið skemmtilegt Já, með Ilja og Charles í Co-Main svo main event Það hljóma vel sko, ég til í það Ég var ekki eðla til í það sko Ég hugsa ég myndi vaka fyrir það sko Það er kjúklingavangir og vakstur Ég meina, ég fucking vaki fyrir allt maður Ég enda að vaka allt þetta kvöld sko Já, en þetta bara eins og einhver zombi í Co-Main og main sko Já, það var svo fyndið því ég fekk skilabóð frá eitthvað nóttina bara Já, ég vaki svona lengi og eitthvað Já, ég alveg að fara svo bara, mér finnst það Belal ætti verið í bláa hótinu Ég var svo löngu sofnaður Þetta var vakandi Já Ég gæti ekki slutt með frá þessu, Parley var levandi og það var stemming sko Já Þú veist, þetta er mjög nonnalegt veðmál Já Báður inn á Coolbet eitthvað að leika okkur og took a page out of your book Já Hvernig leiðir að græða smá pinning? Það var góð tilfinning sko Það ekki? Það er óslega gaman Alls ekki stærsta veðmál sem ég unnið en þetta var svona ágætt 50 skall, fínt Já Ég mitt að bara leiða þetta böst ekki og snemma skilur Þetta er svo mikið svona premature ejaculation veðmála stæðilega hjá þér alltaf skilur Svo ertu bara, ekki stærsti dikk sem ég hef tekið en þetta var gott sant? Já, það var alveg bara svektur að Lotto miðið minn hann gekk ekki upp sko. Það var 11,5 milljón húið þar sko Hvað var hann lengi að besta? Það var nú ekki langt sko Ég man ekki hvað það var Ég man það varst ekki með Grasso seðli Jó, Grasso var þeim Það voru mistök En ég get sagt hvað er ekki mistök Unbroken Real-Time Recovery frjálst fljótandi aminosýrur unnar úr norskum laxi Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki að hika við að prófa Unbroken algjör gæði að vara í alla staði hámarkað svo árangurinn að velja hann með yngling fæðbótavörum, Silagit, náttúrulega styrabústarar og sveppablöndur vara mánaðarins er kraftur sem er styrabústar betri svepp, minni heilaþoka, sterkara ónæmiskerfi og betri velja heilt yfir. Ekki gleyma afsláttakóðunum, þú var 15% afslátt með kóðunum 15 lotan við checkout inn á yngling.is. Mjög geggjað. Hann var að hafa sambandið með hann Andri hjá Yngling og segja mér að það væri komið með svona var að fara að framleiða svona eigin styrabústar. Eitthvað svona þeirra eigið mall. Og er það er það Fadósjaið og eitthvað þannig? Ég veit ekki, við fáum örgulega að skoða þetta betur bara í vikunni en sko það er náttúrulega líftæknifræðingur sem vinnur hjá Yngling og hann er bara með erstum við upp í Mosó þannig að hann hefur verið bara eins og einhver seiðkarl bara að kúka eitthvað ég ímynda mér alltaf að hann sé svona
svona kjartan úr strumpun nema bara ekki vondur en hann rúgeðslega massaður já, gaman að þessum þannig að en ég segir, við höfum þessa barða á sama kvöldi já, það væri skemmtilegt sko. Það ekki ég held að ég hafi ekki verið með eitt sérstaklega miklu viðbót við þetta nema sástu fokkin vörin á Belal Muhammad já, maður, hann var bara líka skorinni undir auganu og líka bara JDM var bólgin í auganu sko. Já. Þú veist, þetta var svakalegt það voru báður alveg, þetta var fokkin stríð sko. Sko, tvennt sem ég get sagt Belal Muhammad hann ekki Canelo hands en hann heldur ekki alveg pillow hands þannig að ég get ekki sagt það meira frá honum en sástu þegar hann var að vegja inn gæna commissionerinn vissi ekki hver hann væri alltaf bara he's in the main event bara. Já, hann bara, ok, og þú heitir hvað? Hann bara, ég ríkindi meistari eitthvað svona þetta verður, ég held að hann verði ekki meistari aftur Nei. Þessa titil reign þess verður ekkert minnst sem nema fyrir eitthvað commissioner þekkt hann ekki Öryggisverðin hleypt honum ekki inn í búrið og eitthvað svona cringe hann verður svona the joke champion greiði kallinn maður að því að þú veist það sem bara en hann flottur maður og ég meina, þú veist, ég held að hann verði ekki champion aftur en núna verður hann bara einhver geggjaður gatekeeper fyrir top 5 eða eitthvað þannig já, hann verður svona ertu með the wrestling pedigree gatekeeperinn Dana White aldrei að fara að gefa hann title shot Nei, ekki nema hann bara smóki alla en ég væri til að sjá hvað séð þú veist ef að Michael Morales ef hann vinnur Gilbert Burns helgina getur Belal verið þú veist næsta þú veist stórt test fyrir hann til að komast núna upp í toppinn sko. Já ég held að Belal Muhammad geta alveg smókað Michael Morales ég held að Gilbert geta alveg tekið hann helgina sko. Já, en hold þetta við þurfum að þú voru aðeins að spara það að færi okkar niður í kómeinið Valentína Shevchenko á móti mann 4 Þín dama voru báður að 4 ég trú ekki að við svo ekki lit Nei, heldur ekki ég maður ég elska the bullet ég bara svona, þú veist það kemur að þessum tíma þegar championir eru of lengi það kemur að því, þú veist, eins og Volk bara rótaði 2 ár og bara einhvern veginn svona alltaf svakalegt svona svakalega endurkomið í hún núna en þú veist, þetta er málið í þessu sporti þegar að meistararnir halda lengi áfram, þú veist, það kemur að því en það er ekki ennþá komið að því á henni hún er ennþá bara fucking sharp og bara hvernig hún byrjaði fyrsta lóta var svo dominant lóta hjá henni maður var bara eitthvað wow, þess að hún er engu glimt og komin eitthvað svona ný gella sem bara Stu's favorite og allir með þess að við tveir vonum á því að hún væri bara að fara smókana ég var í síðasta þætti bara eitthvað, ég bara finn leikt að finna sér sko. sem ég þetta dróð tilbaka í miðum þætti en samt, þú veist, ég var alveg þar veist, ég held bara að núna væri bara ný gælla að fara að taka við og en já, djöðlega Valentína góð maður hún er ógeðslega góð líka bara, hún tók ekki það mörg svona 3 spinning attempts og spinning olbor og spinning spark sem lendi allt bara geðveitt vel hún er ekki bara eitthvað að spinna til að spinna eitthvað bla bla, hún er bara þegar hún finnur að þú ert í þessu færi fyrir spinnið sko. Bara öll þessi spinning attempts bara smell hitti og þessi flott spörk og hún er svona flottan stíl gaman að horfa hann að berjast sko. Ógeðslega gaman, hún er líka svo þú veist hún er svo, hún eyðir engin svona óþarfa orku, skilur hún er alltaf, skilur, hún er alltaf með eitthvað hreyfingar hún er ekki með svona paranoid twitch hreyfingar, skilur hún er bara svona, hún er alltaf aðeins á hreyfingu, skilur með eitthvað svona tempa í gangi en ekkert of stórt, sko. Hún er líka bara góð, bara stundum bara svona stendur hún bara svona kjör, hún er bara tilbúin á tánum hún er ekkert eitthvað svona skoppa fram og tilbaka hreyfa svona mikið, hún bara svona svolítið bara svona er á tánum, alveg kjör og svo býður hún bara og bara counteraður leið einhvern og leiðu kemur inn og virkaði hjá henni sko. Og vinstri hendina hennar minnum alveg på þetta var að lenda svo vel og ég held hann að sko nefbrot í þýrót hún nefbrotin í fyrstu lótu sem hefur verið ógeðslega svekkjandi fyrir mannan þýrót að þegar hún slæðir hann niður hún er bara nefbrotin og hún er einhvern veginn endar á því sem kemur inn í aðra lótu og þarf bara að spila catch-up hún bara sem hún gerði samt ógeðslega vel gerði mjög vel, vinnur örugglega aðra lótu en svo, þú veist, en það er allt bara svo vont svo vont að fara í glímuna og setja nefið, þú veist í Valentínu Shevchenko svo vont að vera kýldur aftur og bara, þú veist, mér fannst hún var aldrei líkleg til að einhvern veginn svona vinna bardagann
þetta var samt, þú veist, ok, Svo var challenge, skilur Valentína tekur fyrstu lótu og Fíro tekur aðra, svo þriðja er alveg hnífjöfn og hún á sín moment þarna í lokalótunni, þú veist, það væri alveg hægt að færa rök fyrir hún vinni 2, 3 og 5, sko, þó ég gef henni bara aðra lótu, sko. Að mann Fíro vinni 2, 3 og 5. Já, hún er náttúrulega með, sko, 1,5 til 2 mínútur control time í öllum 2-5, sko. Þannig að svona, þú veist, lótur 3 og 5, þú veist, það er alveg, ég sé alveg einhver dómari myndi gefa henni þær, sko. Já. En ég gef henni bara lótur nummer 2, sko. En þú veist, 3 og 5, þú veist, þetta er alveg, þeir eftir hvernig horfur á það. Ég minna eins og Bautista vann Aldo bara á einhverjum control-time á sínum tíma. Já. Maður alveg séð svona, þú veist, að þetta er alveg, þú veist, hún var alveg svolítið haldin upp í búrið í einhverja klinsi og var líka alveg að vinna í klinsinu og gefa henni högg, sko. Þegar ég segi, sko, ég hef ekki séð fyrir mér að Manon Fíro væri að fara að vinna hennar bardaga þegar ég var að horfa á hann. Það meina ég, skilur, svona öllum svona skandölum að sæt, skilur. Eitthvað svona, þú veist, það hefur alveg gerst einhverju skandalar. Þannig að svona, þú veist, ef maður tekur það út fyrir sviga, þá fannst mér hún aldrei einhvern veginn bjóð upp á eitthvað sem að Valentína Shevchenko hafði ekki séð áður. Og ég svona velti fyrir mig hvort að Valentína hafi líka verið svona orðin rög á sínum tíma að kasta þessum spinning-árásum að þegar Grasso náði henni svo hrikalega og það var tapa titlinum að þegar Grasso tímasetti hoppið á bakið svo vel á svona spinning-árás þannig að hún tók þetta alveg út í leiknum sinni gegn Grasso mætti hún á Fíro og það er ekki hvað fyrir hún bara í þriðjulótu eða eitthvað þar sem hún er eitthvað svona kannski snúið mér aðeins og byrja bara að lenda olbó að lenda svo geggja spinning kicki og þú veist hún er kannski með control time og Manon Fíro en damage-in er já, hún er að krakkana sko. hún er að krakkana illa ég held að bara Manon Fíro hafi aldrei prófað jafn sterkt krakk nei, nákvæmlega ég var svo maður orðið komast en fannst hún ekki svolítið týnd í gólfinu líka Fíro á bakinu jú, það virka bara allar gellur eru þannig þegar að Valentína er komin ón á þig að þá ertu bara svolítið pickfast sko. Þú veist, hún hefur látið marga góða glímkonur, líta bara illa út í þessar stöðu sko. Já, ég hugsaði líka sko að Manon Fíro hefur ekkert á bakinu neitt í UFC, ekki sem er minni sko. Nei. Svo hún liggur eitthvað á bakinu og eitthvað damar að ground pound. Ég held bara ekki neitt sko. Nei. Sem að eiginlega svona getur kynna kannski hvað þetta hefur verið. Já. Hvað svona hennar pakki bara, hún er bara svona, þú veist, svona, já, góðu kickboxer bara. Og kannski hefur, já, þú veist, það hefur svona aðeins vantað upp á reynsluna. Ég held bara, þú veist, deild eins og þessi að, þú veist, gælla sem ég á góð og Fíro, þú veist, hún svona einhvern veginn fer svo þægilega í gegnum þetta og smókar allar þessar gælur, svo bara, þú veist, Valentína Shevchenko var svo miklu betur en allar hinnar. Já, ég mitt. Og þessar tímasetningar hjá henni, ég er að segja, ég var að missa mig þegar það var svo, já, það var bara ógeðsflott. Já, svo var náttúrulega klára hann eða ekki. Jú, hún droppar hann í lok fjórðu sko. Hún, einmitt, þú veist fyrsta lóta afgerandi Valentína, önnur lóta afgerandi Fíro, þriðja alveg jöfn, svo byrja Championship rounds og þá kemur bara Valentína ógeðslega sterkt tilbaka aftur og droppar hann þarna undir lokin og þú veist, ef að lótan hefði verið hálfmínúta í viðbót þá hann bara klára hann í gólfinu sko. Já, ég held að mitt, bara nelda hann, ég man ekki hvernig svo. Nei. En alveg gjörsamlega smelta hann. Já, örgulega bara sér vinstri beina sko. Já. Það er ekki rétt sér. Þannig Valentína Shevchenko er ekki farin neitt. Hún er þá flyweight champion. Já. Hvort langar að sjá Weili Zhang eða Natalia Silva. Weili Zhang vil fara sér upp, mæta vera double champ. Það vilja allir vera double champ sko. Það vilja allir vera double champ. Sko eftir performance-una hennar Natalia Silva þá er ég næstu spenntari fyrir því. Já, ég eiginlega líka og þetta er svo skemmtilegir stílar. Já, mitt. Þú veist, þetta væri skemmtilegt matchup, sko. Mitt, ég hugsaði mynd bara standa, bara put on a clinic of kickboxing fight, sko. Ég efast einhvern veginn að þú myndir að það færi við að... Ég held samt að Valentína taka hennar bara niður og veist. En veist, hún er samt alveg svartbeltingur og getur alveg varðið sig í gólfinu. Já, náttúrulega Silva er svartbeltingur. Já. Það er allir svartbeltingar. Nema ég og þú. Sem er gaman. Það er endur ekki gaman að vera ekki svartbeltingur. Það er alltaf koma. Þetta er alltaf í vinslu. Þú er ekki ennþá hvítur. Já, eins hvítur og til sko. Já. Hell is white boy. Já. Hey, white boy. White power.
Ég verði vonandi orðin blámenni undir lok árs. Hérna slæmt. En allir, sko, var ekki búið að ræða Weili Zhang á móti? Já, Weili Zhang tweetaði eitthvað, veist, og þau spurðu hana þetta ég man ekki hvort það var viðtalinu beint eftir á eða bara á blaðamannafundinum, en þá var verið að spurja út í þetta og hún sagði bara að hún vilja the fans decide, sko. Já. Og hvað, á ég að kjósa eitthvað eða hvað? Ég veit það ekki. Við setjum bara kostning á 5. lótið Instagraminu, svo bara tökkum við Valentínu og bara... Já, who you got? Já, hvernig viltu þú sjá? Ef við bjóðum í þáttu? Já, hvernig var það? En ég, Natalia Silva, ég væri mjög spenntið fyrir þennan barndag. Ég sammála. Ég held að væri geggjað. Og meðan það svona sterkur contender í flyweight, þú veist, ef að Shevchenko vinnur hana bara, þú veist, þæla eins og allar aðrar, þá getur við skoðað Weili Zhang. Nei, ekki? Jú. En það er bara þangur til maður fatta hvað Natalia Silva ógeðslega góð. Að því, sko, ef ekki bara ræða barndagann með Grasso, ef ekki skipa úr sjálf og aðeins og við sem hún komið náttúrulega. Jú. Alexa Grasso átti aldrei séns. Nei. Hún gjörsamlega dómineraði Alexa Grasso sem maður sá í annar, bara þegar Grasso labbaði í opnið sitt eftir aðralótu, mér leiði bara hún var að fara að gráta, sko. Hún vissi bara að það væri búið, hún var aldrei farin á henni og bara, þú veist, hún bara orðin bólgin í andlitinu, kom með eitthvað að fara á ennið og eitthvað og Natalia Silva var bara brosandi. Hún bara Grasso var bara of einhvern veginn einhæf. Já, líka bara, þú veist, hún náði ekkert að komast nálægt henni. Nei. Þú veist, henni var að ganga ágætlega að svona jabba sig í færi, en hún gerði aldrei neitt meir en bara þetta double jab. Þú veist, ef hún hefði bara, þú veist, committa og fyllt eftir með einhverjum bombum á hægri hendinni, þá hafði hann getað gert eitthvað, sko, og þú veist, hún góð boxer, hún var að ná að jabba sig inn í færi, þú veist, og var að toucha hana, það vantaði bara þetta aðeins, þú veist, eitt í viðbót. Algjörlega. En þú veist, hún outstrikuð 2-1 í fyrstu lótinni og bara einhvern veginn, hún kannski eitthvað aðeins skárri í annari lótu eða eitthvað. Allan svona lendir meira höggum, sko, held ég. Já, getur. En bara Silva bara ógeðslega góð að dansa ytri hringinn og einhvern veginn náði alltaf að stöðva alla sókn Grasso með bara vel tímasettum höggum og spörkum. 100%. Þannig að og þú veist, Grasso svona, þú veist, pressa alltaf stífur á hana, þú veist, því nær sem að við komumst og þú veist, því augljósar hún þar finnis einhvern veginn, en bara Silva refsaði henni alltaf fyrir að pressa á sig, sko. Hún lætur hana alltaf bara borga fyrir þetta allt saman. Einmitt. Sko, significant strike í fyrstu lótu, 11-16 fyrir Silva, 19-20 Silva í andra lótu, 15-28 í þriðju lótu. Það eiginlega 2-1 í þriðju lóti þar sem Natalia Silva bara með hana, sko. Og að hitta miklu fastar og betur. Og þú veist, þetta sidekick beint í hausinn. Já, það var bara, það var bara svo disrespectful. Já, það var bara the audacity. En þú veist, Grasso bara, hún bara einhvern veginn að geta þetta, hún bara, þú veist, heldur face, skilur við. En maður sé bara hvað það ógeðslega vont. Já, hún var bara picked apart. Þannig að Natalia Silva hvað, svartbeltingur í jiu-jitsu og með eitthvað svakalegt taekwondo pedigree, sko. Já, þaðan komur þessi sidekick, sko. Já, og núna komin í MMA og maður bara, Scary, fucking scary gæla. Takk fyrir pent. Þannig var hún það, þannig að en ég veit ekki, ég held ekki að Grasso sé bara hún svolítið sött, sko. Það er kannski rétt þegar, sko. Mér finnst mögulega að sko, hún hefði kannski komið svolítið hátt á, þú veist, komið svolítið hátt og orðið bara UFC champion á bara svolítið góðu gameplani og kannski bara vantaði talent, þú veist, í deildina á sínum tíma. En mér finnst Grasso ekki lítið út eins og einhver champion. Bara enga veginn, sko. Alls ekki. En já, hún náttúrulega bara outclassuð bara frá fyrstu mínútu, það sem bara, en þú veist, tókst eftir Natalia Silva, þessar mjaðmarhreyfingar og þessar fótarhreyfingar sem eru bara, hún endalaust. Ég bara feintin. Já. Feinti alltaf með miðminni. Já, alveg endalaust, hún bara, og bara eins og hún sé að dansa alltaf með miðminni, bara á autopilot dansi, sko. Og alltaf einhvern veginn, þú veist, draga fótinn og sparka eitthvað, og svo getur hún komið með bara, þú veist, getur bara calf kick yfir í head kick.
hún bara eitthvað svona hægri kaff gig sem uppsettingin fyrir vinstra head gigið mitt og maður bara, ok, þú veist, róleg dama hún, þú veist, bara hún fucking geggjuð, þú veist, hún á móti Valentínu Shevchenko bara það verður skemmtileg dans dans talað um dans, þú byrjar að æfa dans núni hvað segway var þetta meira segway kongurinn maður herru, nei, ég ekki byrjað að æfa dans sko. En ég svona, ég á danstíma á morgun segðu frá því hvað er þetta? herru, ég sá eitthvað á Facebook það var eitthvað svona salsa and game night hjá eitthvað, þetta bara svona poppað upp Facebookinu mínu og ég gerði interested og þá kemur eitthvað dama og eitthvað svona, ég ætla að koma í kvöld og eitthvað, ég bara, herru, ég man eitthvað, ég var í Tælandi eða eitthvað en ég bara í Tælandi, mér varst bara áhugaverð pæling, skilu, ég bara geggjuð hugmynd að vera með salsa and game night þannig ég vildi bara fá þetta svona fítið mitt og hún var, ok, takk, eitthvað svo heldur hún bara áfram að senda mér skilaboð í svona 2 mánuði og ég held bara, nei, upptökin, við hefum podcast og bara gett mikið að gera og vinna á eitthvað og svo var eitthvað svo frívíka og hún hefði alltaf verið með í frívíkunni og ég bara, nei, en ég hef extenda frívíkuna og ég var bara eitthvað, lady en ég fæði það frívíku í salsa upp á Höfða byrjar á morgun en ég hugsaði bara eitthvað svona upp á fóturhreyfingar og box og eitthvað svona dótskilu og svo var ég eitthvað svona það er mjög fyndið sko, ég var eitthvað svona ég kom með eitthvað partner, hún bara, nei, hvað þið come alone ekki segja hennum hvert þú ert að fara ekki segja hennum, þú mætir hérna upp á Höfðan í smá salsa tíma komdu einn geggjað já, það er geggjað kannski er þetta bara óslega gaman að dansa salsa já, örgulega en ég er svo ógeðslega out of my element sko ég hef aldrei mætt áður einn í danstíma geggjað já þú kannski tekur eitthvað upp og postum að finna lótuna nei ekki svona þér til indis og skemmtinar já en ég er líka svo hræddur mig sem ég svona stífar mjög að mér og svona nei, maður alltaf að glíma alltaf vera að beygja í alls konar áttir og já hún bara svona, we need someone bendable here já, það er kannski bara ég en ég finn spenntur fyrir því sko en það er eitthvað við það að mæta svona einn í danstíma og lappa svona eitthvað inn í svona stúdíu og svona hálf stress og svona mætur í svona salsa tíma ég veit ekki hvað það er bara ekki já, en ég svona velti fyrir mér ég má ekki taka með minn partner hljómar þess að þessi gælla sé eitthvað að sitja fyrir þér sko já, hljómar það, hún er með mannin sinna það sko já, ok ekki nema þau séu að leita eftir ykkur krytti já, það getur verið en svo hugsaði ég líka með mér bara ætli það sé ekki bara geðveitt ójöfn kynjahlutur á svona í svona salsa ábyggilega dansstúdíóum sko minkur í hansnabúinu sko það gekk svo illa að auðlýsa eftir deiti í gegnum podcastið þannig að ég þetta bara skáði í salsa byrju voru að því? já, bara jólin eða eitthvað sko það var bara fyrir langa löngu skilur ég með 0 skilaboð já, einmitt ég er kannilega bara, þú veist já það er enginn að grípa, enginn að pikka upp þessar rödd svo sjáðu þið dansbúrðin eftir frívíkuna þá er allt annað einmitt ég er bara mannstættir Sims á þættinum tap þegar Lísa er að æfa eitthvað svona dans eitthvað svona klappdans eða hvað heitir það svona tap dance já ok, þetta er geggjað þáttur hún er alltaf að segja við Lísa eitthvað svona tappa og hún eitthvað, getur þú sagt mér eitthvað meina bara tappa og hún eitthvað, when I was growing up we didn't even have tappa ég var að hóða Simpsons aftur þetta er enginn að kommenta hérna á okkur live? Já, ég vona ekki maður nei ekki, við hvetjum fólk til að hlusta á þáttinn live kommenta á þetta, vera með í umræðanum Það heyrðis ekki alveg á því okkur eða? Ég vona það líka, ég bara gleyma það að tjekka því vera með í umræðanum Jú, það er blúsandi sigling á okkur sko Er einhver að hlusta á live eða? Nei, ég er enginn að hlusta live Enginn? Nei Það er enginn að hlusta Fólk er að bíða eftir að fá það á Spotify á morgun Já, málið sko Við fórum einu svona upp í eitthvað 15 viewers í einu sko en það var þegar það var biluð upptakan og það var eitthvað svona 2 mikrofónir í gangi og allt í hassi sko Allir hafa verið bara fuck those guys Já, og ég held að það hafa líka verið að deila þessu svona í sínu milli eitthvað svona, hey, checka á þessu loserum hérna það er með 2 mikrofónir í gangi og núna eitthvað svona, nú kemur fólk bara inn og svona, nei, þetta er alltaf góð nenni ekki að pæla í því en kannski næst það er bara gaman að þessum herru,
þú skrifaði dramatíska grein inn á MMA-fréttinum að Jose Aldo hafi verið rændur. Já, ertu ekki sammála með það? Nei, ég er eiginlega ekki sammála. Jose Aldo á móti Sahabi. Já. Var það rán eða close fight? Ég myndi segja að hann hafi verið rændur. Mér fannst hann taka fyrstu 2 lótnar, reyndar, þú veist, önnur lótna var kannski alveg jafnar heldur en fyrsta, en mér fannst alveg fáralegt, sko. Ég var byrjar að skrifa greinina bara eitthvað, að Jose Aldo lifði að örða 3. lótu til að sigra á stigum og svo þurfti ég að breyta þetta. Bara Jose Aldo rændur. It was a robbery. Sko, ég hugsaði með mér, sko, komandi inn í 3. lótu, að Jose Aldo hafi unnið fyrstu, önnur þetta er svona splitt lóta, gæti farið í báðar áttir, en ég gaf hana til Jose. Já. Mögulega, ég var alltaf pín litar á svona pungspörkum líka, sko. Þannig að svona when in doubt, það var svona dæmi til þess sem að sparkaði ekki í punginu á hinum. En Jose Aldo klúður að 3. lótu svo heiftarlega. Já. Ég hef bara aldrei séð mann gasa jafn mikið, jafn hratt. Ég veit það bara, þú sérðu út með gæjan bara alveg að fara rótan, þá bara, þú veist, þú vilt svo mikið klára hann. Já. Svo bara eitthvað, ég náðu ekki að klára hann er komið tilbaka, hvað er klukkan? Það eru 3 mínútur eftir. Já, bara hvað er klukkan? Heyrðu, ég ætla að skjóta í double leg takedown. Nei, þetta var versta double leg takedown allra tíma. Bara, ég var aldrei einhvern veginn bara svona, síðan mann, skjóta í double leg, bara svona, taka aðeins utan á mann og bara, ég gefst upp. Ég búin bara í garð. Sahibi, bróðir hans er ekki frægur þjálfari og ég er að fylgja bróðir hans á Instagram og hann er oft með eitthvað svona skemmtilegt tutorials og eitthvað og ég heyrði með einhverju tala þú veist, bróðir hans áttur að koma með eitthvað svona gameplan til að vinna alltaf. Já. Og heldur að gameplani hafi verið svona gott eða heldur hann hafi bara verið svolítið heppinn að Aldo hafi gasað hann út og svona lala, sko, og hotnið hans Sahibi var allan tímann kalla pressa að þeir ætluðu að láta Aldo gas út, sko. En svona, ég held að planið hafi ekkert verið eitthvað svona, láttu Aldo svo bara buffa ekkert illa í 3. lótu. Hann heldur hann sé að fara að sækja finishið og þú er bara eitthvað svona étandi þunghögg og svona, þá gasar hann. Þetta er ekki gameplanið, sko. Nei. Þannig að svona, þú veist, vissulega var gameplanið að láta hann gasa, en ekki svona. Nei. En, sko, Aldo er náttúrulega bara alltaf gammal í þetta, sko. Hann var 8 pundum yfir. Já, ég veit það. Hann var 8 pundum yfir og gasar svona illa. Bara hann er það búinn á því að hann á ekki orku í neitt nema að geta olboga í ground and pound í 2 mínútur í undir lok 3. lótu. Það var slæmt hvað, mikið að blóði bara eitthvað á hausnum hans. Já, hann ljótna skurð og... En ég held að hann hafi haldið að hann væri búinn að gera nóg til þess að vinna, sko, fyrstu 2 lótur. Já, ég var alveg viss það, sko. Já, ég var alveg viss það, líka, sko. Þannig að ég var að skoða bara svona strike countið aðeins á þessu. Já, algjörlega. Þú veist hvað er þetta, einnig með þetta, Aldo. Það var fyrsta lótan, það er sko significant strikes 23 móti 21, round 2, 25 móti 26. Ok, hann er með Sahibi er með einu strike meira. En mér fannst samt Aldo var að kýla fastar, hann var að meiða meira með hökunum sinum. Já, mér fannst það líka. En, þú veist, man ekki, já, þetta stræk skimir, skilur, í klintsjunni, skilur. Það er eitt stræk hann í klintsjunni sem að Sahibi kemur, og það er strækið sem að aðskilur það, skilur. Þú veist, annars er þetta bara, þetta er hnífjöfn lóta. En mér finnst þetta alveg svona miðað við hvað 3. lóta, sko, Aldo er vissulega annars búinn að klára hann, en á hinn bóginn, þá er hann með Aldo bara í 2 mínútur í gólfinu að buffa hann. Og þannig einhvern veginn enda bara þannig. Ég skil alveg að þetta hafi fælið Sahibi með, sko. Ef Aldo hefði ekki meitt hann svona í 3. lótu, það hefði verið 10-8 lóta. Það sem að mér fannst bara skrítið er að allir dómarnir gefa Sahibi aðra. Já, einmitt. Mér fannst það skrítið. Líka, þessi dómarar voru búin að vera skrítnir. Þetta var ekki það eina skrítna á þessu kvöldi, sko. Í bardaganum hann hjá Modestas Bukauskas og Ian Coutilaba, þá gefa dómararnir, sko, 30-27 sig ykkur áttina, sko. Það er algjör rugli þar, sko. Já. Og Modestas Bukauskas vann þann barda á split sem að mér fannst eiginlega, ég var að hallast að Ian Coutilaba, sko. Já, það var bardagi, sko. En ég var einhvern veginn svona, já, þetta er potið split en þetta er Coutilaba, sko. Svo bara eitthvað kemur þessi dómur og dómarinn alveg bara þver öfir við konan. Já, mér finnst alltaf að hefi sös. Já, það var mjög skrítið. Það voru líka bara einhverjir kanadískir dómarar sem maður aldrei heyrt áður, veist,
Stundum eitthvað svona kjafta já, bara einhver boxdómari og hann bara eitthvað skoraði ekkert við wrestling, hann skoraði bara höggin. Já. Maður bara, stundum maður svo hissa umgjöruna. Já, bara þú veist, komissjónin á svæðinu veit ekki hver Belal Muhammad þú veist, það fyndi, en það ramt rosalega skrítið. Það mjög skrítið. Homework, já, nákvæmlega. Og þú veist, að dómarnir gefi sko 27 í sikkur áttina. Og ef það skor ekki wrestling. Sko. Og maður er svona eitthvað, bara ha. En það er svona leikur dómar þarna, Mike Bell þarna, sem bara Já, Mike Bell og hérna, hvað heita, Derek Cleary og hvað, þú veist, þessi gaurar vorulega þarna, sko, en svo voru líka einhverjir Já, ég segi í Aldo-barðanum, sko. Já, í Aldo-barðanum, já. En svo einhver Pascal Procopio, sem ég veit ekki hver og David Therian. Já, í Bukauskas. Já, nei, í Jose Aldo Sahib. Já, ok. Þetta sko Pascal Procopio, sá gaur gefur alla lóturnar á Bukauskas. Já. Þú veist, þar kemur, þú veist, þar eru sko, Saldi Amato svona sem skorar þetta, þú veist, hérna 29-28 fyrir Bukauskas, það svona næst raunveruleikanum, sko. Já. En hinir tveir, þetta einhverjir, þú veist, Pascal, þú veist, þetta einhver svona frönsku mælandi Kanada búi, sko. The worst kind. Damn you, frönsku mælandi Kanada búi. Nei, en já, þú veist, það þarf eitthvað, þú veist, þessi Pascal, þú veist, mér finnst bara að það ætti bara, þessi Pascal á bara að vera á blaðamannafundi að svara fyrir, bara, heyrðu, hvað sást þú, ákveður þú að gefa alla lótur á Modestas Bukauskas? Ég svo sammála, sko, það þarf að fara, Já, og bara, þú veist, það ætti að vera meiri samkeppni þú veist, hvað bara til einhverju 10 dómarar í heiminum og, þú veist. Já, maður spyr sig. Þú veist, þetta alltaf Mike Bell, Eric Colon, Derek Cleary, Saldi Amato og sömu nöfnin aftur og aftur og stundum maður bara eitthvað, fokk, þessu gaur veit ekki raskat hvað að dæma, sko. Já. Finnst þér Eric Colon ekki ömurlegt nafn? Jú. Það er svo við bara Biggie Wrestling. Já. Greiði maður. Greiði bara fjölskyldan, bara öll fjölskyldan heitir. Já, Wrestling. I'm with the Bristol family. Já, greiðið Colon fjölskyldan. Já. En já, það er alltaf svona sama liðið, sko. En mér skilst að það sé, ég má annað ekki, það er eitthvað smá vilda vestur í gangi varðandi þetta dómaralíðanda, sko. Ég held þú þurfur að vera sko einhvers löggiltur í hverju ríki, þú veist, þú getur ekki bara verið einhver UC dómari sem fer bara út allt og dæmir, þú veist, þú ert á bara samþyktur af Iowa, þú veist, Athletic Commission, annars getur ekkert farið til Iowa og dæmt nema og sért búin að taka fyrir réttindi þar. Og þú veist, gæði eins og Saldi Amato eitthvað sem er búin að gera það ekki lengi, þú veist, þeir eru bara með réttindi í þessum ríkjum og þú veist. Einmitt, þeir bara fara á milli og fá réttindi hér og réttindi þar. Þau eru ekki að taka eitthvað próf og eitthvað svona dótskilur. En eins og vinnur okkar sem að dæmdi Gunna, hvað heitir hann aftur það er Fáðinn núna. Fáðinn á það. Hún er flogið út, skilur, og hann dæmir, hann er greinlega með réttindi í einhvern ríkjum, sko. Já. Hvað heitir það? What's his face? Hann er svona íranskur eitthvað? Hann er íranskur? Já, hann er ekki íranskur. Hann er náttúrulega bara Dan Mulvahetti. Mulvahetti. Já. Þannig að sem að rændi Steinar Bergs. Já. Fók svo og dæmdi Gunna. Dæmdi Gunna fyrst. Heitur helgin eftir. Já, það er eftir. Já, en hann var á þessu UFC-karti held ég líka. Á þessu? Já, það er bara í sem hringdómari, sko. Já, ok. En ég hugsa þessi samanskrifu, þá þarfst vantilega að vera með hlýtur að ef þú þarfst að fá okkur réttindi til að dæma barðanskilur, þú þurfur að fá réttindi líka til að vera hringdómari. Já, það er alveg tent mismunandi, sko. Já, bara svona spurning sem vinn ekki virki ekki svolítið svipað, sko. Herru, en svona ósungin hetja helgarinnar og með the biggest cojones, Kyle Tripolak mætti Benoit Saint-Denis í short notice UFC debutinu sínu. Já. Bara, þú veist, bara hats off maður að taka fæta móti skeri gaur eins og Benoit Saint-Denis, sko. Já. En sástu myndirna af Saint-Denis fyrir þetta? Menn voru ekki að tala um hann með staff. Sko, hann var með staff út allt, sko. Þú veist, það var bara eitthvað 4-5 bara punktar á hann. Farið í sturtu. Já, hvað er málið? Ég meina, af hverju er þetta svona mikið vandamál? Eru menn bara ekki að fara í sturtu? Þú veist, er það málið? Já, ég held að hringormskóngurinn, sko, ég skil alveg getur verið erfitt, sko. En
kannski er hann bara eitthvað svona veikur fyrir þessu, fattar þau? Já, kannski er hann bara veikur fyrir þessu og það gerist bara og hann fer í sturtu, skilur, en samt bara einhvern veginn helst á honum. Ég veit ekki, ég er ekki að djóka, sko, ég er farin sko að hanga hjá sáputækinu og sko bara, ég er að dölla svo chilla ég bara þar í engu vatni, skilur, í svona 5 sekúndur. Þú er bara að leifa sápunni einhvern veginn að Já, bara svona éta mig upp, skilur, bara eat that shit, skilur. Og svo bara þegar ég er 100% viss, ég sé bara nógu bara svona pjúra sápaðir sem bara svona skilur, að þá hérna, hvað var Family Guy með hérna, Greased Up Deaf Guy eða eitthvað, allavega, hérna, þegar ég bara sápa mig alveg í döðlur og láta það standa, þá verð ég aftur í sturtuna. Þannig að ég er bara að gefa Benoit Saint-Denis svona sturturáð. Já. Þið getur farið saman í styrtu. Já. Shit. Þetta minnum á eitt versta brandara mín sagt, sko. Shit, maður. Já. Hefur eitt maður sagt bara svo lélegan brandara að bara svo stemningin deyr og enginn fattar referensið og... Ég gerði það einhvern tímann inn í þættinum. Aha. Já, ég held að það væri fyrst skipt sem ég reyndi að segja brandara í þættinum. Nei. Jú. Í fyrsta skipt? Já, manstu ekki eftir þessu? Ég kom með eitthvað Baby Shark brandara og þú varst bara, þetta var ekki fyndið. Það er grimmt, maður. Já, en góði, hérna, brandara sem lenda illa á, verða, þeir ganga hringið samt, sko, fara, hérna. Þeir verða góðum sögum. Já, verða góðum sögum, sko. Hérna, en já, sko, Príbóleik átti að, hérna, berjast á hvað, Samurai MMA á föstudeginum á undan UFC, en svo fæði hann bara, hey, you're hired, mætir Benoit Saint-Denis. Já, erfitt verkefni. En sko málið er, ég held að bara á móti Benoit Saint-Denis, þá bara A, þú verður að fá almennilegt kamp, B, þú mátt ekki vera minni en Benoit Saint-Denis, C, þú mátt ekki leyfa honum að hanga utan að þér upp í búrið, þar sem að hann er sterkar en þú og bara eitthvað svona láta hann buffa þig, sko. Já, hann næði líka svo, þú veist, hann ná svo góðum höggum úr klinsinu, einhvern veginn. Hann er snillingur í þessu. Bara olbótin sem var að koma að niður, sko. Já. Ótrúlegt, sko. Bara, hérna... Já, hann lenda svo vel, sko. Já, hné og olbor. Já, en við náttúrulega rættum þennan bara ekkert fyrir kvöldi, sko, því það var ekki búið að... Það var ekki búið að setja hann inn og taka bólið þegar við tókum við þáttinn. Nei, það var ekki búið, það var ennþá að vera að matla þetta saman, sko. Þannig að þessi bardagi var ekki komin á laggirna, sko, mánudegum fyrir. Nei. Þannig að, sko, Príbóleik hefur fengið, sko, minna en viku. Þannig að við fengið svona 5 daga áður en hann mætti í búrið. Og hann leit ekkit út eins og hann ætti heima þarna, sko. Ég held að bara fæstir lítið út eins og þeir heima á þarna. Hvað þurftu þú að fá mikinn pening til þess að fara inn í búr með Benoit Saint-Denis? Svo er það bara læst, sett upp einhverju myndavélar og bara gangið vel byggja minn. Það þurfti að vera einhver mikill peningur, sko. Samanlega. Já, en já, hann leit ekki út eins og hann ætti heima þarna. Þú veist, þessi gæi var í UFC áður, sko, var köttaður. Fær núna eitthvað svona second chance, 35 ára gamall. Þú veist, ég held að hann hafi bara fengið ógeðslega góðan paycheck fyrir þetta og bara, þú veist, sinns ákomast aftur í UFC, þú veist, ef hann hafði unnið þetta þá var hann kongur í dag, sko. Já. En hérna, ég hugsaði, þú veist, ok, þetta er eitthvað svaka underdog, hann gæti komið okkur öllum óvart, sérstaklega út af maður sá þetta staff og þú veist, mögulega myndi hann bara Benoit gasa út ef hann væri búinn að vera á einhverjum svona sýklalyfjum með eitthvað. Já. En hann bara virkaði fucking on og bara stútaði þessum gæja. Já, ég held að það var að segja að það settur pening á. Já. Ég setti Príbóleik á lottó með það minn. Já. Þess vegna var þetta svo hátt, 11,5 milljónir fyrir 5 eurur. Já. En Príbóleik er þarna bara, gotcha fam. Ég skildi. Það hefði verið gaman ef hann hefði tekið þetta, en... Það er mjög skemmtilegt, sko. Af hverju ekki, sko. En hann var bara enga veginn á hans leveli. Nei, enga veginn. En ég get sagt þér hvað er á mínu leveli. Það er M-Fitness, íþróttaföt, lóð og jógavörur á Stórhöfða 15, Tryggvabraut, Akureyri. Það er mánaðarleg sending, þannig að það er alltaf eitthvað nýtt. Svo má alltaf líta eftir lagerútsölunni, það kemur alltaf svona öðru hverju. Mælum það að fylgja þeim bara á Facebook. Svo er það myrkvun gluggatjöld á Smiðjuvegi, fjarstig snjall gluggatjöld og myrkvunatjöld sem geta lokað á alla birtu. Mjög hendi núna yfir sumarið, ef maður vill bara vera næturvöktum og sofa á daginn. Bjarni hjá Myrkvunum veitir ykkur frábæra þjónustu og hjálpa ykkur að finna tjöldin sem henta fyrir þig eða þitt fyrirtæki. Kíkið hérna á myrkvun.is. Svo er það prepparinn Makrósbar, auðveldilegin til að borða holt. Prepparinn er á Suðurlandsbraut og Orkunni Vesturlandsveginn. Mæli með, til dæmis Mexíkó skálni sem klikkar seint.
Ég fekk mér með Mexiko vefja á hann, djúðlega fucking gott maður. Já, það er hljómar strángheðurlegt. Ég elska prepar. Ég líka. Ég bara, þú veist, maður getur fengið svona 10 skipta kort, rúlla þarna inn, 1 stimpil. Ég elska þetta, sko. Ég, og líka bara, þú veist, þetta er gott á bragði og þetta er líka bara hollt. Svo það er bara, þú veist, þetta er ekki langt byrjun frá Mjölni, þetta er ekki langt byrjun frá Reykjavík emma. Þetta er svona akkurat á leiðinni frá út úr bænum. Þú veist, bara lengra en, þú veist, Ártúnsbrekkan skilur, þú veist, komin í sveitina, þá er þetta bara, þá er þetta komin í prepparinn, skilur. Líka það er lett að maður er í einhver svona, þú veist, prógrami og sér nákvæmlega kaloríurnar og, þú veist, makros á þessu, sko. Þú veist, líka spyrja mann alltaf svona, er þetta að telja? Nei. Það er algjör veisla. Þetta var svona allt með innkartið. Er eitthvað svona stikla á prímumskartinu? Það var náttúrulega bara, veist, það var allt svo skemmtilegt, sko. Það byrjaði náttúrulega bara á Beksat Almakan, ég hafði með hann á parleginu mínu, sko. Það er mikla trú á honum, hann náttúrulega bara, þú veist, lenti einhverju geggjum uppekott á Braga Tóna, bara rótaði hann eftir mínútu, sko. Já, hann er geggjaður. Svo náttúrulega bara hérna, sko, Marc-André Barriholt, KO og Bruno Silva. Brýtur á höfugúpuna. Já. Með orgánsju. Já, það er staðfest. Já, maður sá allan bara, þú veist, hann bara skildi eftir dent. Bara maður sá það. Þannig já, og þú veist, það þurfti að bera hann út í börum, þú veist, þetta var fucking scary, sko. Já. Þú veist, þetta er ekki oft sem maður sér einhvern borun út á börum eða þurfur rótaður, sko. Nei. Það gerir mann svolítið svona hræddan. Ég held að Bruno Silva sé bara hættur að berjast. Já, ég held hann hafi átt að hætta fyrir nokkrum skiptum síðan, sko. Það hann er bara búin að líta út eins og skuggina sjálfum sér núna síðustu 2 skipt allan. Já, ég meina, veist, þetta 5 töp í röð, sko, núna. Já. Var það ekki barndaginn segja gegn Missil Pereira þar sem hann talaði að maður komið svo mikið kvíða og þess að maður væri orðin bara svona hálfgerður kvíðasjúlingur þegar maður stíga inn í hringinn, sko. Eftir hann Alex Pereira? Hann ekki mætt Missil Pereira, hann mætt Alex Pereira hins vegar. Hann var eini gæinn til að fara við distance á móti Alex Pereira. Já. Einmitt. En já, það sem sagt fyrsta tapið hans þú veist, hann var bara á geðveikt góðu runni, þú veist, var búinn að vinna alla UFC, þú veist, reynda bara þrjá fyrstu UFC-barðanir sína, en var á, þú veist, runni fyrir það, sko. Tapar mútið Alex Pereira, tapar mútið Jalen Messers, næst svo einu sigrum búinn bara Tavares og núna svo 5 töpir, sko. Samt allt góði gauðra sem hann að mæta, sko, en hérna, veist, maður sá það bara, þú veist, í síðasta barða mútið Ismail Nordiev að hann var ekki mætt til að vinna, hann var bara mætt til að lifa af og pick up paycheck, sko. Þannig að, þú veist, bara hann hefur ekkert að gera þarna og þú veist, svona endar þetta fyrir þig og þú ert ekki nóg mikið all in í þessu, sko. Þú veist, hann var komið með einhvern veginn annan fótinn út og þú veist, var ekki þarna til að berjast upp á líf og dauða lengur, sko, og þú veist, þá endar þetta svona. Já, það miður. Ekki nema hann geti fengið eitthvað svona nýja kúpu, eitthvað svona stálkúpu. Svona, hann var svona kemur inn sem svona The Robo-Fighter. Það var ekki aðeins. Ekki hægt að KO hann. Nei, nákvæmlega. Þetta var brjálaði fight, sko. Marc-André Barriholt fær performance of the night bonus fyrir að höfuðkúpa brjóta Bruno Silva. Greið. Jasmine Judavicius fær performance of the night bonus gegn Jessica Andrade. Já, og geggjuð. Já, Jessica Andrade svona svolítið búin. Bara, já, hún er búin, sko. Það búin að segja svona einmitt þetta, hún ekki að vera svolítið búin, þú veist, þarna fengum við bara svarið, þú veist, hún er bara söppuð í fyrstu lótu. Er ekki annar lótu? Nei. Já, jú, það er rétt sér. Það var bara, hún var enga stund að þessu. Já, einmitt. Bara, Andras leit alls ekki vel út, sko. Nei. How the Mighty Have Fallen. How the Mighty Have Fallen og minn maður Braga Tóna, bara rótaður. Einmitt. Og Almakan svo þetta er alveg gæði, sko. Já, einmitt. Þetta er bara annað barðaðinn í þessu UFC. Já. Þetta er proper gaur, sko. Droppar umar í fyrstu lóti. Já, fyrstu lóti í debutinu sínu og svo bara hengur með honum. Einmitt. Elska þessu gauri sem bara klokka inn og bara, já, bara þessu umar í fyrsta barðaðinu, ekkert mál. Akkur er allir svona góður sem koma frá þessum löndum, hafa? Hann er eitthvað úsbyggist eða eitthvað, eða ekki? Hann er frá... Eða Tajikar? Nei, hann er frá Kazakstan. Kazakstan, já. Kazakstan. Jú, það er rétt sér. Jú. Þú veist að pappið mér var eins og rekin frá Kazakstan. Bara deported? Já.
Já, ok, nei. Fekk svona plagg frá kazakhstansku ríkisstjórninni að hann væri Óvelkomin bara. Já, bara the People's Republic of Kazakhstan is disgusted by your behavior. Já, ok, það var bara þjóðaðatkvæði greiðsla. Já. Ok. Þannig að sagði mér hann að verið fullur og setja á flugvöllunum með eitthvað að drekka bjór og þeir bara, ertu bless. Já, ok. Þannig að það er stráng heiðaleg stemning þetta í Kazakhstan. Náttúrulega í þessum múslimalöndum, sko, þá er náttúrulega áfengisdrykkja oft mjög slæm, sko, og í svona múslimaríkjum, sko, oft máttu bara drekka á hótelunum. Já. Þú getur ekki keypt áfengi bara eitthvað í bænum, bara á hótelum. Já, þeim finnst mjög shabby þegar stöðkinn, sko. Já. Ég skil alveg þann vinkil, sko. Það veit. Hérna, eitt í viðbót, UFC 315, æfingafélagi Gunna var hann úr ATT í Zagreb, Ívan Eslan á móti Navo Störling, það var skemmtilegu bardagi og þjálfarnarskunna, Luka var þjálfarnar hans, nákvæmlega þannig að þetta var skemmtilegu bardagi en hérna, Navo Störling vann þetta og var alveg svona nokkur nálægt í bara klára Ívan Eslan í þriðlótinni og Eslan sýndi mikið hjarta einhvern veginn bara að lifa þetta af, sko og þetta var bara hörkufætt, sko og veist allir þessi bardagar sem enduðu ekki með einhver crazy finissi voru bara einhver algjör stríði í 3 lótur, fattar við. Það var bara, og 5 lótur svo í main og co-main, sko. Þannig að þetta var bara, það var engin leiðilegu bardagi, alveg frá þetta byrjaði. Það var allt geggjað. Allt geggjað. Bara mjög skemmtilegt, sko. Ég leitist ekki í 1 sekundu á þegar ég var á Veist bara hvað fæturinn hafa þurft að borga mikið pening í skatt? Já, en leiðilegt að borga mikið pening í skatt, en það var samt til þess að líklega að við fáum Gilbert Burns núna helgina. Já. Þannig að við hann hætti við þetta Candy Card og frekar tekið Apex kartið. Nei, mitt. En pældi hann bara að þú ert bara höfuðkúpubróðinn af einhvern kandabúa og borgar helminginn af peninginu í skatt. Ég bara skildi ekki, sko. Nei, mitt. Ég finn, sko, með aldrinum, ég verði alltaf svona minni skattmaður. Já, klálega. Og byrju, ekki líka, sko, var það ekki Bruno Silva sem hann misti weight, sko. Þannig að hann þurfti að gefa upp á part of his perks. Nei. Ég held það, sko. Að Bruno Silva hafði mistið vikt? Já, einhver, sko. Það er svona missed weight hérna inn á Tapology. Það er hræðilegt. Pældi kannski bara missi 20% af pörsunniðinu. Já. Höfuðkúpubrótin og kanadíska ríkislöndin bara við tökum halvmikinn og þú kannski bara endar með þú veist hvað, 2 milljónir í vassunum eða eitthvað það er spurning og sem að þú ert örugglega bara að henda í ykkur að lækna og endurhæfingu og eitthvað þetta er grimt sport greið kallinn maður næstu helgi þá er Apex Card Gilbert Burns á móti Michael Morales bara það sem átti að vera kandaborkartinu ef hann færður hvað átti að vera mainkartið á þessu kvöldi að þetta er ömurlegt kart það er ekki Paul Craig þú veist og Rodolfo Bellato já, þú veist það er já en það er samt bardagirna sem ég er mjög spenntið fyrir, sko. Það er Juliani Rosa móti Melquiel Costa. Já. Þetta eru 2 geggjaðir glímugar, geggjaðir submission artistar báðir. Já. Og ég vona að þetta verði ekki svona 2 grapplar sem stræka bara. Ég vona að við fáum að sjá svolítið skemmtileg svona wrestling experiences þannig. Og ég held að verði þannig. Og ég er mjög spenntið fyrir þessum bardag. Samanlega. Og sko, talandum How the Mighty Have Fallen, Luana Pinheiro opnar kartið, fyrst á prelims gegn Tisha Pennington. Luana Pinheiro sem átti að vera bara næsti champ og ég held hún að fara eitthvað, skilur hún og þannig kærastinn hennar. Maður bara, velkomin. Það er ekki Nikoló? Mattias Nikoló? Jú, Mattias Nikoló. En líka Tisha Torres, Tisha Pennington sem heitir núna, þú veist, einhvern veginn, 2 gellur sem að, þú veist, það var alveg hátt skrifað þar, sko. Það eru bara eitthvað opna prelims-kart í Apexinu. Já, Tisha Pennington var sko eða hætt. Já, hún eignaðist barnið. Já, hún eignaðist barnið með Raquel Pennington. Hún bar barnið meðan Raquel Pennington var eitthvað að vera. Raquel Pennington var, ég er betri en þú. Þú gengum með barnið. Þú gengum með barnið. Ég held líka að hún sé alveg hérna í buksunum í þessu sambandi, sko. Já, einmitt. Já, held að.
já, en dæmi ekki. En Tisa Pennington hefur svona verið svona skugginn af sjálfum sér, sko. Hún er, veist, hún er lítil, hún er þykk, en já, kannski, það myndi meira sens að tala mainkartið, það verður sko opnunarbardagan á okkur píluninskartið, sko. En hvað er hún gömul? Hún er sko 35 ára. 35 ára baby mama á móti 31 ára ekki baby mama. Ég þarf alveg hallast að Luana Pinheiro þó að mér finnst hún ekki geta, hún hefur ekki gert neitt, sko. Nei, já, ég myndi samt hallast staðin, sko. Já. Það átti að vera svolítið góði bardagar á þessu karti, sko. Hvað það? Já, það er mikið að cancel báð, sko. Mofsar Evloev átti að mæta Aron Pico. Aron Pico er þessi nýji gæja sem var að koma Bellator. Bara, þú veist, með sko 12-4 met innan Bellator, 1-0 í PFL. Já. Fór þarna, þú veist, það var að keppa á PFL versus Bellator Champs kvöldinu. Það var sér ekki champ, þú veist, það var bara á, held hann að vera, þú veist, fyrir á kartinu, sko. Já. En þetta er einhver svakalegu gæi og, margir sem halda að hann getur bara orðið future champ, sko. Og þú veist, hann og Mofsar Evloev, það hefði örugglega verið main eventið, sko. Já. Það er, það gæti alveg verið. Svo átti Abdul Razak Al-Hassan átti að vera þarna, Curtis Blades á móti Rizvan Kuniev, Sergej Spivak, þú veist, Mohamed Usman. Það átti að vera bara fullt einhverjum geggjum heavyweights og bardöfum og en svo er þetta svona nokkuð þund, en þú veist, það er alveg, þú veist, nú Zoltan Rusibov er þarna, hann er skemmtilegur, sko. Dustin Stolfus, Íslandsvinnurinn móti honum. Þú veist, þetta er alveg ágæti barðaðar þarna einhverjir, sko. Sodiq Yusuf er að mæta spennandi gæja, Myron Santos. Maður er samt alveg með reaching, sko. Já. Þú veist, þetta er ekkert, ég meina, þetta er bara Apex Fight Night, fattar þau? Já. Stundum getur maður ekki verið of kröfuharður, sko. Nei, það er rétt. En hvernig sérðu barðaðan milli Mr. Burns og Michael Morales fara? Mér langar að segja Burns, sko. Já. Þú veist, ég veit að ég á að segja Morales, alveg bara svona, þú veist, minn svona lógíski parturinn að heilanum mínum er bara, já, Morales 100%, 99,9%. Hjarta segir Gilbert Burns, sko. Hjarta segir alltaf Gilbert Burns, sko. Já, en ég held þannig, sko, Gilbert Burns er búin að vera að æfa núna með Aronli og Jóhann Salinas og Hákoni, sko. Þannig að það er game changer, sko. Þannig að það er allt hægt núna. Já, Strákunir Reykjavík er maður, búin að vera að púsja Gilbert Burns. Líka bara Gilbert Burns lítur vel út, sko. Búin að sjá einhverja myndir á honum okkar. Já. Bara hann lúkkar reddi í þetta, sko. Hann er líka búin að, sko, hann er búin að berjast með því rosalega erfiðum gaurum, skilju. Belal Muhammad, Jack Della Maddalena og Sean Brady. Það eru síðustu 3. Ég er ekki að segja að Michael Morales sé ekki erfiður, en það er mjög efnilegur, sko. En þetta er harðasta test sem hann hefur þurft að ganga gegnum, sko. Þetta er, þú veist, nýji championinn, fráfarandi championinn og number 1 contenderinn. Já. Síðustu 3 partar. Þannig að, þú veist, Morales þarf að sanna, hann sé þarna eigi heima í top 5 þarna með þessum barða. Nú með hvað er Burns aftur rankaður? Má ég sjá, ég er með þetta einhverstað hérna. Gilbert Burns, hann er rankaður nummer 8. Já. Þannig að Morales er rankaður nummer 12. Þannig að þetta er gott stöðutjekk, þú veist, þetta er svona, nú er Gilbert Burns svona að spila þetta gatekeeper hlutverk. Taka á móti einum mest spennandi gæðin. Ég myndi segja að, þú veist, ásamt Prates sé Morales svona mest spennandi, svona nýji gæðin. Náttúrulega Garri líka, fattur þau? Svo náttúrulega er Joakim Buckley aðna og það er margt að gerast í þessari deild, sko. Já, heldur betur, sko. Ég ætla aðeins að tjekka á stöðlunum, sko, því mér minni, sko, að Morales hafi verið bara huge favorite, sko. Mér minna að Gilbert Burns sé eitthvað 5,6 eða eitthvað, ég var eitthvað að skoða náðan. Já. Flettum upp hérna á Coolbet. 5,6 á Gilbert Burns? Ekki, já. Þetta er alveg, þú veist, the level of disrespect, sko, á minn mann Burns, já. Það er eitt sexy seðil sem ég ætla að setja. Já. Ég er sko, hann er svo sexy, ég er næst í framlufötunum. Ok. Gilbert Burns, 5,6. Og svo hérna Luana Pinheiro, 4,15. Er Luana Pinheiro 4,15? Já. Já. Og Tísju Torres. Nú, býttu, hvað vita þeir sem við veitum ekki? Bara... Mér finnst það skrítið, sko. Já. Þetta fengið 20 stuðul, bara fríkipis. Já, 23 stuðul. Já. Einmitt. Og ég ætla ekki að segja fríkipis, en alveg, þú veist, long shot, en þetta má alveg, sko. Já. Þú veist. Já. Ég er með Palli. Það er Gilbert Burns, Julian Rosa og hann Santos, Myron Santos. Hvað erum við með þá?
Þá erum við með 26 í stuður með god damn 26 í stuður. Já. En ok, sko, ég horfði á henni metninga og horfði ég aftur á Neil Magny á móti Michael Morales. Já. Mér fannst Neil Magny nefnilega, Neil Magny er alveg Neil Magny, sko, en hann alveg svolítið að, þú veist, taka hann við búrið, clincha hann þar, og Michael Morales, hann ekkert eitthvað svona, hann alveg gerð með mistök með að gefa upp bakið sitt svolítið, eða svona snúa rassinum og svona, Neil Magny tekur bara bakið hann svona frekar auðvitað, en eða þú veist, gripinn á svona spinning elbow, sko, og þetta svona mistök sem þú mættir bara aldrei gera á móti Gilbert Burns. Nei. Og mér líður svona eins og að, já, að þú veist, ef að Michael Morales ekki búin að hassa út svona þessa vinkla, sko, þá Gilbert Burns bara alveg möguleika því að taka niður og já mér finnst þetta ekki eins og Michael Morales hef ekki sko mætt almennilega svona adversity sko. Hann er ekki mætt svona fokkin hundi eins og Burns fattar ég, þú veist, við munum eftir Burns á móti Hamzat þú veist, Morales hefur ekki farið í þannig fight. Nei. Þú veist, þetta verður þannig fight sko. Verður þannig fight, ég veit ekki hversu mikinn hund Burns eftir í sig sko. En mér finnst bara eins og Michael Morales hafi bara alltaf verið svolítið svona pínu eins og mannfígur og lent í móti Shevchenko, skilur. Hún er bara dominerandi og svo hættur hún dominera og það er kannski þegar hún spila catch-up eða eitthvað, skilur. Og þá veit maður ekki hvað gerist, sko. Þú veist, hvað gerist ef að Michael Morales endur á bakinu? Hann hefur aldrei verið þar. Nei. Þannig að bara svona, þú veist, hann með minna hann hafi aldrei farið á bakið, en gæti alveg lent á bakinu. Ekki það, ég muni það alveg, sko, þú veist, hann er með hann er með 5 barða í UFC en en mér er ekkert svona minnistætt að hann hafi lent á móti góðum glímumanni sem gæti rifið niður í gólfið og hvað ætlar að gera að þú lendur á bakinu og með Burns ofan á þér og þú veist með fokkin jiu-jitsu heimsmeistara ofan á þér já, nákvæmlega og þú veist og þú varst að gera mistök móti Neil Magny þannig að mér finnst Burns hann alveg inn í þessu já, en á hinn bóginn skilur þá veit maður ekki hversu mikið er eftir af hundinum hans Gilbert Burns við leiðum svona eins og móti John Brady hann var svona ansið þreyttur á sko já, ég held að hann sé búin að finna hundin á ný sko ég held það hann er örugglega að fara að gefa þetta var svona heil meir í bardagi sko já hún langar í sigurinn sko já, ég held það sko þannig og ég held að þú veist ég veit ekki alveg hvað Morales á að gefa Burns sem hann hefur ekki séð áður skilur þú veist hvað var það sem að Morales er að fara að sína Burns sem að Khamzat gerði ekki og Belal Muhammad gerði ekki og þú veist John Brady gerði ekki og svona, ég veit það ekki þú veist, Morales er hann ekki aðalega bara svolítið svona boksari jú, mikil boksari og þú veist, ég meina Burns fór frekar létt með til dæmis Masvidal sem var eitt besti boksarinn á þeim tíma þú veist ég man ekki hvort það fara það létt með hann en þú veist, hann vann hann örugglega sko þannig að, og þú veist hann er 36 ára 38 ára já, 38, hann er drónin gamall en ég held hann sé búin að finna smá, þú veist mann var svona farin að sjá hann aðeins svona fara niður á við í síðustu barndagum sko, en það er allt svo erfið bardaga samt. En ég held að hann sé búin að finna eitthvað nýjan kraft sko. Ég sá það bara eitthvað neginn, þú veist, bara einhverja myndir af honum úr gymminu og þú veist, hvernig hann var að tala í podcastinu og eitthvað, ég hef bara svona með góða tilfinningu fyrir honum sko. Svona proper. Einmitt. Ég ætla að spá Burns sigri í þessum halda. Já. Svona ekki stuðlalega séð, heldur bara svona getulega, reynslulega. Ég ætla aðeins að horfa fram í aldrinum. Já, ég held að það ekki það. Ég kissa þess að stuðla aðeins. Ég ætla bara að setja single bet á Gilbert Burns. Já. Þú veist, þetta er það hár stuðla, þú veist, þetta er bara sexy bet. Wise you are. Það er ekki, ég fann að hugsa með einu svo nonni. Já, en svo finnst mér áhugaverð hérna, Diego Moises sem átti Jared Gordon. Já. Fyrir mér fannst mér Diego Moises alltaf vera svona mjög efnilegur hann hefur ekki deliverað mikið en mér finnst Jared Gordon svona nógu lélegur til þess að Diego Moises gæti mér finnst Jared Gordon ekki nógu góður í einu sérstöku en mér er samt einhvern veginn sko ég myndi setja Jared Gordon sko mér finnst hann einhvern veginn svona nógu solid en ég veit ekki þetta er einhvern veginn ekki peningur hérna bardagi sem mér langar að setja pening á út af einhvern veginn ég svona er ekki viss fattur Nei, ég skilji. Ég er líka í svona pakka skilju, ég er ekki viss. En já, ég held ég að vera söktur með tapens Ludovin Klein, en annars er þetta bara svona Benoit Saint-Denis, Joel Alvarez
Íslam, þú veist, af síðustu 4 töpum, þá þetta 3 nöfn sem hafa dottað skilur, og Jared Gordon bara ekki í þessum klassa, skilur. Versus hann sigrar, þú veist, Bobby Green, Alexander Hernandez, Christian Giagos, og svona skilur, Trey Ogden síðast. Þetta svona akkurat gæi, Jared Gordon akkurat gæi sem Teo Moses sigrar. Já, það geta alveg verið, sko. Ég sé þetta bara 50-50 eitthvað á voru erfitt með að lesa í þetta. Já, ég skilji. Þannig líður mér allavega. Hérna, þetta svona ekkert eitthvað það spennandi karl, þannig ég svona spáði að fara að slá botnin í það. Já, hérna, við þurfum náttúrulega bara aðeins að fara yfir fréttir. Já, að sjálfsögðu. Það var náttúrulega hérna íslenska landsliðið í hnefaleikum. Já. Var á ungmennamóti í Finnlandi, móti sem heitir Pirka. Já. Í stað sem heitir, hvað heita? Tampere í Finnlandi. Þetta árlegt mót, það voru þarna þjóðir, sko, þú veist, auk Finnana voru Pólverjar, Hollendingar, Ungverjar og Íslendingar. 200 boxarskráðar á þetta mót. Íslendingar fara heim með 3 gull, 1 silfur og 3 brons. Voru Kormákur Steinn Jónsson frá FBC og Ronald Bjarki Mánusson og Hilmar Þorvarðarsson frá World Class Boxing Academy sem að sóttu gull og bara hérna, þú veist, henni strákarnir sem að töpuðu sínu börnum voru, þú veist, eins og Björn Jónatan, þú veist, hann var að mæta sko 3-földum pólsku meistara og einhvern sem hafði farið á sko 2 Evrópumót. Þannig að þú veist, þetta er rosalega góð reynsla á háu stíi sem allir voru að sækja sér hana, sko. Já. Þannig hérna, það var ekkert stream, sko, þannig ég náði ekkert að fylgjast með þessu þannig, sko. En það er góð greinumynda inn á Emma fréttum, það sem er svolítið svona farið yfir bara svona smá samantekt framistöðu allra. Já, ekki það. Svo náttúrulega hérna má minna á að hérna Íslandsmeistaramótið í Nóki verður haldið bráðum. Það er 24. maí, þar sem að... Já, laugardaginn 24. Já, laugardaginn 24. þá verður Íslandsmeistaramótið í Nóki glímu í húsakynnum Ármanns. Já, einmitt. Þannig að hérna skráning hafin að gera. Ætlar þú að fara að skráða þig? Ég er skráður, ég bara þurfa að borga. Já, ok. Ég fæ svona smá stress. Ég er svo lélugur keppandi, sko. En ég ætla að vera með, ég er ekki að æfa neitt að viti, sko. Nei. Þannig að ég mæti og læt bara pakka mig saman og bara eitthvað svona, leika mér. Maður er alltaf að glíma, þú veist. Í versta falli þá, þú veist, brýtur á hendina eða eitthvað. Já, shit. Nei, ég segi svona. Svo var náttúrulega komin hérna smá dagskrá á míningarnum. Það verður hérna fætnætið milli í Azerbaijan, þar sem að Jamal Hill mæti Roundtree. Það verður sýnt í míningarnum. Kate Steele verður sýnt í míningarnum. Það verður eftirparti eftir Interclub í Reykjavík. Þeir það verður með Interclub held ég 5. júní. 7. júní. 7. júní. Jú, það er laugardagurinn 7. júní. Það verður svo sýnt. Það verður náttúrulega í útsendingu á MMA-fréttum og sýnt svo í míningarnum. Og svona ég sé ekki gleyma ykkur. En ég held ekki. Svona sounds about right. Þannig að það komið svona dagskrá þar en það heima auðvitað barþjóða og að gera að hafa eins mikið á barþjóðum og maður getur þar í bæ. Geggjað. Við erum með góðan gestinn á morgun. Já, Sigurdís frá FBC sem er búin að vera að gera mjög góða hluti í glímusunni. Hún er aldrei sveppa kjælin en nei, en hún er alltaf bara hérna ótrúlega flott glímukona og hún kemur á morgun. Af hverju hættum við að koma í dag? Ég veit ekki, fylgdi ekki sögunni, sko. Fylgdi ekki sögunni? Ertu ekki blaðmaður? Akkur spyr ekki, hvað er þetta? Hundurinn hennar ólíkt eitthvað, ætlaði að gera það. Dog ate my homework. Já, það getur vel, en hún kemur á morgun. Þannig að við gefum hún þennan þátt og svo kemur bara Sigurdís. Svo heyrjum við henni og gerum þessu upp, hún var að vinna Mjölnir Open, opnaflokkinn. Já, og sinn eigin flokk. Já, og sinn flokk eitthvað, já. Já, ég spyr aldrei hvað þung, það er dónlegt. Já, einmitt, já. Það var bara konuflokkur, bannaði að spyrja þær. Já. Hvernig kílóflokkur, spurningmarki. Þannig að hún er að raka inn sigurum, sko. Já, hún svakalega, sko. Og bara, ef hún fær ekki glímu í kvennaflokki, þá verður hún bara sækist í glímu í kallaflokki. Þannig að, hérna, virkilega öflug. Ég held líka að, hérna, ég held að bæði börnunum hafa verið á palli líka í ungmennaflokkunum, sko. Einmitt. Þannig að þetta er alveg svaka glímu fjölskylda þarna. Já, ég var einu sinni mætt held í stelpun hennar. Hún alveg gjörsamlega róstaði mig og lét mig heyra og ég bara, fuck, Já, hún er algjör töffari, sko. Já, hvernig nagli er þetta? Mikið töffari, þannig að hérna, mér hlakka mjög til að taka hana hérna Sigurdísi á spjall. En það var á morgun, þannig að við þökkum bara öllum fyrir að hlusta. Sjáumst aftur bara eftir viku.
sem við gerum upp kvöldið og höldum áfram að hita upp og fáum vonandi aftur góðan gest og svo framvegis og svo styttist svo náttúrulega styttist í að við förum til Þýskalands Já, með kolla maður Með kolla? Stærsti hnefalega bardagi í sögu Íslands, eða ekki? Jú, Má ekki segja það? það má segja það Já. Þetta náttúrulega Kolli bara á leiðinni að vera double champ sko. Já. Þannig að já, bara klálega, má segja að þetta sé stærsti hnefalega bardagi í Íslandssögunni Já. Ekki spurning svo Það Þetta var ekki verður ekki partí á míningarinn líka, þó við verðum báðir í burtu? Nei, við verðum ekki Nei, það er meistaradildin. Það er meistaradeildin í fokkin fótbolta. meistaradeildin, maður auðvitað, ég má glemma því. En ef að leikurinn í meistaradeildinni verður búinn þá verður bara skipt yfir á Barta Já, það? Já, Já, ok. það verður mögulega sýndur á Stöð 2 Sport Þannig við vonum að fara ekki í framlegging og vítaspyrnukeppni Já, í meistaradeildinni. við vonum það Herðu, talandu kolla Icebox verður sýnt í minningarnum líka Já, það? Já, Já, ok. því verður skellt þar á Nice. Þú verður ekki Icebox að Nei, Hvað? ég er að fara til útlanda maður. Þú verður að fara Ég er út að fara í frí. Þannig að henni íslenski Joe Rogan kemur og tekur ringside við tölun loksins Já, Joke ég verð bara í Legolandi. Nei, er það fyrir Danmarkur eða? Já. Já, geðvögt Einn að ætla ekki að stáka með þér Já, ég strákurinn og pabbi erum að fara 3 saman, sko. Já, Hérna, já. 3 generations, sko. já, þrjár kynslóðir Pabbi er 70 og hann langaði mest að fara í Legoland og öllu. Já, Fyrir strákinn, sko. geðvögt Má ég koma með það? Það er einhverju cover á Icebox. Það er einhver komið ræðspók, það er rétt sér Herru, geðvögt, höfum við ekki lengra Þakkum öll fyrir